Ok, það byrja núna. Ok, það sem við byggum til á móti apanum var það að við byggum til testsvítu, það er að segja prófanir til þess að prófa apan okkar. Og það er alltaf ekki gamla prófunum sem keyra bara og engin veit það, þannig við ákvæmum búið til svona tæki sem sýnir okkur stöðuna á prófunum. Grænt ljós táknar að síðasta keyrsla hafi gengið, að próf hafi staðist. Ef það blikkar gult ljós þá þýðir að próf sé að keyra. Ef það er rautt þá þýðir að síðasta próf hafi feilað, eða eitthvað feilað allavega. Og ef það er sambland af rauðu og gulu þá þýðir að síðast feilaði, en það er að keyra, grænt og gult, það síðast hefnaðist að það er að keyra. Við notuðum sem sagt Rubik-skriftu til þess að tala við litla örtöflu sem er hérna ofan í, sem sér að uppfæra stöðun á díónum út frá raungögnum, raunverulegu stöðu á serverinu hverju sinni. Og núna sjáum við að testin er að keyra, þessi 8 testscenaríu sem við skrifum, og Kodsson getur farið inn, breytt kóðanum þannig að eitthvað brotni, bæði við testin. Sjáum við þessu að keyra? Það er ekki keyra núna, síðast keyrði það, þess vegna er það grænt. Við byrjum spennir að þetta er svolítið dauf og lítið ljós, en þetta er svona... Þannig að þau tókust síðast? Þau tókust síðast. Þau keyra núna? Þannig núna er alltaf að púsa inn breytingum og þegar við höfum takkmarkaðan tíma, þannig að hann verður að... Eittir með núli, Kristján. Hún pollar á mínútu fresti, þannig að þetta gerist sjálfvirkt að hún sækist alltaf þegar þeir í gang. Er það að brjóta dagaböld? Ég bara að fylgja núna, fyrst við höfum takkmarkaðan tíma, þeir bara hendi í gang. Þetta er þetta? Það vilti koma í gang. Nú vitum við að testin eru að keyra og við getum fylgst með hérna á skjánum á Jenkins-serverunum okkar sem allir þekkja. Hérna eru testin að keyra og þeir eru að klárast og þá gerist eitthvað. Og aðeins hægur út, þetta er alltaf HTTP request. Já, við erum að prófa apan, við erum að prófa mótið læka-uppsetningu á kerfinu okkar. Prófa raunverulega próf með á apan og sjáum við að kom error. Við sjáum rauð. Þá sjáum við rautt hérna. Og nú ætlar Kodsson að læga það. Þegar hann er svo klár. Hann veit nákvæmlega hvað er að í kóðanum og hann bara fer inn og lagar það. Og er rosa fljótur út til við takkmarkaðan tíma. Og hann er náttúrulega erfitt, hann er mikla ábyrgt í augunum eftir auðurljósið, er það ekki? Sér ekki fyrir auðurljósið. Ertu að reyna að eyða ekki? Nei. Komi, þú verður að pússa með þér. Pússaðu, Kodsson! Pússi! Það er mínustið fyrir trashtalk. Hjá áhörðum. Já. Nei, í alvörunni. Þetta komið. Þetta er að pússast. Þetta er að gerast. Ok, ég flýti fyrir með því að sketsjum við bildið, en það gerir sjálfkrafa en það bara pollar á ákveðnum tímafresti. Það pollar bara á mínútu fresti. Já, þannig að við getum í fyrir því. Já, ef eitthvað breytist þá keyra testin sérst alltaf og nú vitum við að það er að keyra og síðasta var failure út af því að það er rautt. Og hann ætti að laga þetta þannig við ættum að sjá testin lagast og verða... Sem er þetta blátt í Jenkins en það er okkur. Já. Spurningar? Spurningar? Ég hef spurningu. Þetta er flott. Hversu mikla peninga eitið í þessu á móti því versus hversu mikið af stöffi fenguðu með stýribólum sem þið keyptuð frá útlöndum með prógramum Arduinoi kostaði eiginlega eina sem kostaði pening og það kostaði $20. En við þurfum að forrita hann, sko. Það skal tekið fram, við forritum í Ruby, við forritum í shell-skriptum, við forritum í Jenkins-kóða og Arduino sem er eiginlega C, þannig að þetta eru eiginlega 4 forritum. Og ég vil meina að ég gæti kannski hafa fundið bugg í unitestunum í apan. Það var ekki ein mínútu spurningar, var það ekki? Jú, en hvað heitir kassið? Testinator. The Testinator. Þetta er samt fyrsta útgáfa, sko. Hvernig er það að sækja í apanum? Við notum bara Ruby, við notum bara REST. HTTP request. Hvernig eru þið að nota, í hvað eru að nota apan? Við erum að testa apan. Við erum að testa apan. Við skrifum test fyrir apan og þetta er til að sína okkur stöðuna á testinu. Jú, við postum inn á apan, getum síðan allir frá honum, verifæðum að upplýsingar það sögum við sendum inn og síðan hreinsum við út með því að gera delete HTTP request. Það er rétt, þú ert að tengst við testfélina, eða hvað? Það er tengt við Laika. Nei, það er innan 2000. Jú, þetta er tengt við núna, já. Þannig að það þarf að vera á hvaða
vél? Í rauninni hvaða vél sem er. Það er bara einhver vél sem er innanhús. Það er innanhús, það er ekki verið á bílstjórunum eða neitt. Nei. Bara í net. Það er komið tíma á það. Ok, þá er það. Það var svolítið óþægilegt að sýna hjá mér vegna þess að á 40 mínútur fyrir testið, fyrir það sem ég ætla að testa þetta á að keyra, og læka dýrt upp hjá mér, þannig að ég fekk ekki læka til að fara upp nema 5 mínútur fyrir demóið, þannig að ég get voða lítið sem sagt sýnt, en það sem hugmyndum hjá mér er að skrifa sem sagt diskinn á móti lækamen í apanum. Það er sem sagt verkefnið. Og eins og það er núna, ég er með diskinn keyrandi, hann er svona hálfbrotinn, þannig að ég hef ekki náð að testa það. Ég er að fá hérna ræturnar og ég er að fá skrá í ákveðnum rótum, en hann er ekki að virka alla leið, þannig að ég get bara sýnt þetta tvennt sem sagt. En allt infrastruktúr og allt er komið, þetta er bara smá buggar sem þarf að finna út úr sem ég hafði bara ekki tíma vegna þess að ég lendi í vandræðum að ég þurfti að endurræsa læka og eftir það fór læka ekki upp aftur. Það var 40 mínútur farnar og ég bara þurfti þann tíma. Hvað ég komið segir þið? Infrastruktúr? Það er infrastruktúr og sem sagt virtual navigation er búið að skrifast í sem sagt Python main, algjörlega Python main. Í apanum? Já, API notar, hvort fyrir API notar síðan það og diskurinn notar hvort fyrir API yngöngur. Hvort fyrir .API? 9? Já. Þannig að þar er virtual navigation búin að taka út og lúksa út úr bakenda og að skrifa hana í Python og diskurinn notar þann hluta. Þannig að já, mér vantar mjög lítið upp á að geta verið bara með fully funksjoni. Markmiðið fyrir demóið var að hafa read-only disk, vegna þess að við erum ekki með margar write aðgerðir, en það náðist ekki. Tókst þér að lesa project út frá Space? Nei, í rauninni er ég með APA, ég ætla að sýna eitthvað kannski smá APA. Sko, ég er með föll, sem sagt í konsól sem gera það, en... Hvort er það ekki þennan? En ég er að nota, sko, ég bætti við APA, til virtual navigation. Og það sem er flott við hann APA, að ég er líka að hafa það svolítið svona fancy, er að ég breytti urdurum hann að það við virtual, ef ég kalla það virtual, þá er það bara rótin. Og síðan, hérna koma niðurstöðunar, og síðan bæti ég við bara, þú veist, eftir project, það er einhver svona parametrar, heldur áfram stóðin. En þetta komið ofan á APA núna? Já. Nice. Þannig að projects er hérna. Þetta er mjög cool. Já, en ég hefði viljað hafa meira í höndunum til að sýna, þannig að því, já, þetta er eiginlega bara feil. En mjög góð. Ég líka, sko, gata, ég komst ekki í gær, þannig ég byrjaði þessu í morgun. En mjög góð þess að þetta er bara hask á sprettinum okkar. Já. Þetta er praktist. Já, þetta er praktist, en þetta er bara framhald af því, sko. Þetta er framhald af því. Robert. Góð stöf. Það er nýtsamlegt. Já, mjög nýtsamlegt. Það skiptir máli líka, sko. Ok, sjáum. Þannig að ekki miklu trú að gamla kallinu. En nú hann að svitna svolítið hérna. Það er það. Heyrðu. Hérna sjáum við steikingarnar svona. Hérna sjáum við MacBook 12. Ég ætla að sína þarna hvað fór í næstu hóli höggi. Já, hérna fór ég að stjóla höggi. Hérna sjáum við margumdalaða mail fórit í Apple. Hérna, hver hefur ekki verið að myndi auka nýtsemi Core Data mjög mikið þegar það var hægt að skrá e-maila beint úr Apple-töflu. Það var svo sigurvist. Hér er með fólk sem heitir hérna Næsari, sem er svona til höfðus Hólmars hérna. Og við förum hérna, ég var að fá post. Þannig ég set til bíluna á borðinu. Þá fáum við tilkynningurinn upp í gról og hérna... David Lange. Djöfull!
Hversu mikið þessu virkar? Vil ég fyrir fórta það? Hversu mikið þessu demo? Ég seti sérstaklega hérna kúitið af á til að myndi njóta sín þessi framburðarvél sko, ég skrifaði líka. Nei. Sem aukaverkefni. Þið fyrir sjóndabra sem slíka, við erum komið aðgengi fyrir alla. En úr gátt tölvuskerur þetta? Var þetta úr hérna... Þetta úr mail. Mail sem er makka. Og það myndi ekki þurfa nema mjög litlar viðbætur til að styðja Outlook. Það er nánast alveg sömu hvort. Víst vel að hafa Hannes minn, nú hætti þú þessu framkvæmdastjóra kæftæði. Já, kemur bara í línuna. Ég verði að taka fram að mjög gamla nótum, mjög erfitt með að leggja með þessar 2-3 tíma sem ég fór í nót. Það kom í hálf til. Herru, þetta er svo mannir til 3. Eftir ég að sé leitaklukki þarna. Var það leitaklukki? Já, það var leitaflótið. Það var leitaflótið. Og ég var ekki búið til. Nei, það var leita eftir tilsýn. Getur þið endurtekið þetta? Ég var að senda það Ég tekið handóskrimna post, ekki þess að blá. Nei, ég var að senda honum bara. Það er svolítið grunnsalega mikið þessum dúpostum. Já, ég var að senda það. Það er eitthvað postin frá Arnþóri. Nei, þetta er happ sko. Þetta er hérna Já, ok. drug. En það er eitt rug, með attachmenti. Ég var til í sjöta. Hérna? Með attachmenti, má það? Með attachmenti? Attachmenti er bara... Þetta er gott í verðbóttu, viljið það? Já. Ég verði að segja, sko, ég eitti eiginlega síðasta klukkutíma að reyna að fá shortcut sem eiga að virka bara í Apple eða beint, þannig að það væri bara... Shit. En veitu, hvað? Romo Kanban Namsgay Miyaknu Rami Center Project 500 ADC. Það skrifa svo ískynni bara að lofa þig. Já. Það skal við hljóta ekki Ah, ok. Þetta er verið. En auðvitað er þetta bæta og á eftir að koma í Japan favorites og fleiri að maður getur raunin komið í lista. Mikið háir núna, eða? Ríkala flott. Er það til ég að selja það? Og ég þetta var fórðað í kurl og... Já, þetta var fórðað í Apple-skrift og kurl. Svolítið kurl sagt, svolítið sjálfhag. Það þýðir bara að skrifa Apan í hvað þú... Þetta er ekki temp, þetta er ég að senda ábyggt bara beint. Meilóbyggt líka. Það er ekki lítið temp. Það er tilbúin, nema spurningar, þið með að spyrja. Þú ættir að passa eitthvað. Ertu ósónáttu? Hæ? Þetta er bara EMF-fæl. Nei, ég fæ eiginlega megnið að kontinir ró. Það er bara aðfyrir að fá ró. Jápsku. Er það EMF það? Hæ, það er EMF bara beint. Þetta er neitt til í EMF. Þegar hann er bara konið fórtum til þig. EMF-X, en maður getur síðan fengið... Það veist of talent. Heldur betur. Ríkalegt sko. Já, ég verði að fá þetta. Shit. Þetta er ríkala flott. Það er þetta snill, Takk fyrir. Takk hjá klappa. Já, ég segi nú... Hann tók líka bara Apple alla leið á þetta. Það gæði einhversu síðan eitthvað til demóðar, sko. Það segja einhvern veginn að það bara gefa. Ég ætla að segja svona eins og Kristi, sko. Það sem ég er að gera, það keyrir ekki og það virkar ekki. Það er leiðið svona á leið. En nema það reyndar að þetta hérna er ekki heldur mitt svona. Það er eitt keirið það, bara ekki fully functional. Já, mjög það. Það sem ég er að gera, ég ætla að implementa Core Data Search í GNOME 3 leit. Þú veist að maður getur skrifað svona einhverja leitastemmingi, virka svipa á Spotlight í Apple. Nema það er svona, já, það er svona, það er að setja fullt af plugginum inn í þetta. Og þetta er window manager sem enginn á kúlum er að nota og fæst ekki að það hefur örugglega heyrt og ég er svo einu sem ég þekki sem nota þetta. En þetta er allavega, þú veist, það var svona hugmyndin að gera og ég hef komið svona dottað stað með þetta en það er ekki allavega komið á það stig að setja sjálfnæra niðurstöður í þessu leitinni. Og hugmyndin var þá, upprunnu hugmyndin var að þegar þú smellir á eitthvað projekt eða eitthvað sem kemur upp að þá er að geta kommenta á það sem er að gera mjög elegant leið með mjög elegant hátt. En hins vegar þá er það ekki komið inn í apan okkar ennþá að kommenta. En við getum alltaf implementað núna þannig að það opnist í browser. En getur þú sýnt hvernig þetta myndi lítið út? Já, það væri bara svona leið að ég myndi leita hérna bara... Já, til dæmis, ég myndi leita hérna skrá bara eða samkvæmt einhverju nafni og þá myndi koma hérna titill sem heitir Core Data hérna fyrir ofan og leita niðurstöðu það fyrir neðan. Og ég geti annað hvað býtt á enter þar, hérna er bara skrá sko, þá myndi það vera Core Data skrá
og þá myndi þetta þá annarkvæmt opnast í browserglugga, hvort þetta skjalið, eða í rauninni bara hvað sem er. Það var þetta downloada skjalinu og opna það í tölvunni eða þannig að viðskipta þessu diskurinn, eða þá að vera þetta að opna líka í kommentglugga og kommentarið, lesa hvað komment stendur við það. Hvernig dílaður við authentication? Ég er nokkuð svona basic authentication. Já, nokkað. Já, og þetta var einhvern vesen sem var alls á, já, ég var í rosalega miklu vesenni að ná þetta til að virka, sko, þegar ég er að nota APA sem alveg mjög öflugur, en það er ekki til neitt documentation fyrir þetta á netinu, og eins og ég segi, það er enginn sem notar þetta með, en það er að gera mikið með þessu, og það er búið að útfæra. Skrifar það JavaScript eða? Já. Með custom APA? Já, þetta er svona grúntil í API, já, eins og grúntil þar. Þetta heitir Chrome Light. Þeir eru með einhver fullt af svona C-library sem er svona gott yfir. Og hvað er það komið með? Basically bara það að, þú veist, inn í kóðinn sækir fyrir þig, hann hverja fyrir þig. En ekki meina það. Náður þú samskiptunum að sækja niðurstöður og allt? Já. Ok, þannig að það vantar þá bara að teikna þau, að birta þau? Já, það er. Róbert, þú fyrir það? Spurningar? Má ég vera með spurningar? Hérna, eins ad hoc og GNOME-free enn, sko, þá finnst mér þetta samt praktikal. Já. Því að þegar við verðum komið með open source stefnu á Íslandi, þá munu allir nota GNOME 3. Þá er þetta mjög praktískt að eiga svona lausn. Þetta er mjög cool. Já, takk fyrir hugulsum þetta. Þú gerir svo lítið úr þessu. Þetta er alveg ekkert þessu ópraktískt, þetta er alveg sniðugt, sko. Ég var að installa GNOME og vélheimið á mér helgina. Nei, ekki helgina, gerfuhelgina. En við þurfum að fara að hafa keppni í þessa leitartæmi því að þegar maður er að fara að setja verkum í dag og komum svo að hafa þetta eðlist til sko. Að leita eitthvað svo mikið magna. Og svo er búið að sína fram á það rannsóknarlega að 50% úr hackathonum verkefni virka, þannig að við erum að ná yfir 50%, þannig að það er mjög gott, sko. Já, en GNOME 3, ég segi það ekki, GNOME 3 er alveg rosalega flottur vindumann og hann er mjög nýtsamlegur og ég er viss það að ef maður myndi prófa hann og nota hann, þá erum við mjög ánægðir með það. En það er bara svo leiðis að þegar fáir notendur eru að einhverju, þá er það ekki eins kannski usable og eitthvað sem við margum notendur. Herru, það er flott. Snilt, sem er kjarni. Ég smíðaði, það er kjarnin, svo kemur nöttullinn og svo er the crust sem er ysti hlutinn, sem er svona öllum sker. Þannig að ofan á þennan öfluga kjarna bjóði til lightweight client í Angular JS sem er bara JavaScript sem þýðir að það er 1 lítil síða og svo er allt hitt bara sótt eftir þörfum. Þetta er á móti staging, af því að ég allan dag ekki kortaðan til að keyra með mér. Ég var á að púlla í morgun. Hérna erum við með þetta á þeirrugumurinn og taka á móti allir viðskiptavinir. Hérna erum við með bara alla viðskiptavinina í kortata og við getum leitað í því. Ef við leitum að Hannes, þetta er þú sem ekki hérna? Í týri til þess að? Hannes Pétursson. Við getum smellt á hann, opna hann og við sjáum að hann er ekki með skráða kennitölu, hann myndi birtast hér og heimilisföng, e-mail og staðan og við sjáum að hann er inn á gagnavörslinni og þá er komin inn í hann og það er hægt að brása fram og tilbaka, þáttur við þessi allt saman JavaScript. Við getum farið inn á kannski skemmtilega að ég er skemmtilegur. Þú er skemmtilegur, eftir þú setið inni? Nei, Kristín Ósk Lífsdóttir er hérna. En hún er vinnu hjá... Hún er undir þjóðskrána, það er uppfæðða. En þetta er mjög hrátt, en allavega þá erum við að fá listan, við getum leitað í honum og þetta er fyrir sækir bara af hann. Svo séu það hérna upp við varmyndi, þetta er hugsað fyrir farsíma, sem verður stórt hérna, en þá verður takinn svona. Það skamast alveg fyrir litlu skjána. Þú ert að take away mobile? Nei, þetta er bara bootstrap. Svona er þetta venjulega, ég bara stakka þetta svo að þið sjáu þetta. Ef við fyrir Spaces, þá verðum við öll svæðin hérna, og þessu hlutum kallaði það hellingur. Og eins og alltaf það er alltaf sama viðmóti, ég get leitað. Þarna var smá vandamál í ákvæðum að ég kallið svarði ekki rétt, en allavega ég skrifaði á móti því, þannig að þegar ég er búið að kippa því í liðin, þá færðu verkefnin sem eru undir þessu svæði
þangað til, þá hérna projects sem að birti bara allt rastlið, öll verkefnin í kerfinu. Og við getum leitað í því. Það var hérna á Strauja, Strauja, Vílin hennar Guðrunar. Hvað fyrir sem vitið? Þetta er client-leit. Já, client-leit. Alltaf á tali. Og við getum opnað verkefni. Það kærðu okkur rætt. Og við fáum, eins og við fáum hérna titilinn og description og due date og tax sem var svona bara týndi til eitthvað sem við fengum. Þannig getum við byrt allt. Það var svona quick prototýpa af þessu rauminn. Þetta er hérna allt skrifað í Angular JS. Hvað er það Angular JS? Ég held að það var eitthvað graph library. Nei, í raun og veru þá ég segi bara hvað content á að vera, hvað content er hérna og það séum að uppfæra þetta allt saman fyrir mig. Ég er ekkert sjálfur að uppfæra HTML-ið. Þetta segir bara, þetta content lítur svona út. Það var gaurið svo Google. Alveg. Já, Angular JS séum allt mitt fyrir mig. Já, þannig að þú gerðir ekki neitt. Það séum að það voru lítið. Jú, hann gerði hvort að það er responsive. Þetta er ekki múl, þetta er geðveikt. Þetta er líka flott. Þetta má. Hérna, þetta er ekkert nýfangur, þetta er sama aftur og aftur, en þetta er alveg góðið. Flottur. En ertu ekki búin að gera þá responsive útgáfa af hvort að það? Það er effektina sem verða að lótast. Já. Projektið. Öll projektið. Sko, þetta er kassað. Þetta er kassaðið minni. Þetta er svona ógeðslega hratt. Það er þetta kassað. En hérna, hérna erum við að sækja öll projektin. Þetta er cool. Og það eru 25 í einu eitthvað. Já, þú ætlum að nota bara banana og next. Já, við bara höldum áfram. Og ok, sjáum á meðan það var byrjunum við. Alltaf á tali. Þetta gerir það. Alltaf. Úps. Þú sagði að þetta var kassa, þetta er kassa... Hérna er við að sækja og bara þegar þarna bætist við einu gögn sem að matcha leitina og byrtast við. Það er ekki veikt. Það er cool. En byrja aftur með kassi. Client-set, já. Þannig að þú byrjar... Hlaða þessi hvort að þetta er í minni. Þú byrjar með ekki neitt. Já. Allir sem er sýning. Allir sem er sýning. Allir sem er sýning, já. Eða öllum, eftir að senda öll optitinn yfir. Nei, núna, ef ég finn núna í kontakt, þá byrjar það á nýtt. Þú veist, það er ekki búið að segja það. Það er bara þegar ég byrð um það. Núna er það byrjum að hlaða öllum hvort að þetta er. Já, núna er ég búin að segja kontaktina og ég fyrir project þetta núna, það byrjast þetta bara stað. Það er samt alveg pínu cool, sko. Very cool, very cool. Continue. Klapp. Hvað næstur? Það er læstin fænar. Síðast ekki síst. Það er þessi góra. Það er einhverja fyrir spurningur. Þetta, já, ég er búinn að veið, sko. Ég er bara ríkalega cool að taka Angular, sko. Ég var hótt eftir að það myndi gera það. Þannig að þú ert að kalla beint á apan. Beint á apan. Það fyrir verið proxy. Getur við Eiríkur var bara kynntur. Network, ég sé það. Það er basic authentication. Vil ég ekki klíra þetta einhvern veginn, hérna? Það er í sömu sessjón í rauninni. Já, ég er með sessjóni. En núna er ég fer í reloada og sjá að það ættu, úps. Þannig að hlaðast inn kvöldin. Þú sér þau. Það var sjá það, sko. Dómar alveg komið úr. Þú mátt ekki stela hugmyndum með það. Dómar. Takk fyrir í dómarinu möttu. Tjúvill er að þeirra þetta. Niðurstaða, Eiríkur. Looks legit. Hvernig fækstu session, Kurfjörður? Ég loggaði minn á Staging Kaka. Var það saman porti eða? Sigur Kaka er saman server. Kaka er ekki verst á ekki á porti. En þú varst í einhverju cross-site scripting vandamáli, ekki? Jú, það var þegar að vinna, nú kópaði ég allt rastið á þegar ég er að keyra þetta af Staging Kaka. Já, það er bara nóg. Já, þannig. Já, cool. Ég er bara að lesa. Held ég alveg örgulega þá. Hvað er ekki þetta? Við erum ekki cross-site scripting, við heitir hérna domain... Já, það er serverstilling og frekar að fara mixi í því og bara kópaði þetta yfir. Já, þetta er svona keirandi á staging. Já. En ég þetta er bara að það er bara Já, ok, sem eru byrta. Nice. Við erum ekki. Við þurfum ekki til panni. Við erum bara hér. Við erum hér. Við erum hér.
Við ætlum að hafa hérna á... Tíminn er að búinn. Nei. Við ætlum að hafa svona... Svo svalið við að hann er búin að fara með mínúti bara í músíkina, sko. Það er alltaf að hækka líka. Ég lækka í græjuna það, sko. Það er framan á. Er þetta að byrja, tíminn? Já. Herri, já, hæ. Ég heiti Finnur, þetta er Helgi Börður. Vilja vel breykans? Já, þetta var svolítið klikkunótt. Ég vil bara þakka kjörlega fyrir að fá að taka svona skemmtilega hafðunni. Brjálæstilega flott verkefni í gangi. Ég er svona pínu stressaður yfir hversu gott þetta var. En ég og Helgi ákveðum að fara að gera hlut sem mér finnst vanta í þetta fyrirtæki. Og sem farsíma væða upp kortata. Svona nútíma væða draslið. En við ákveðum að gera mjög einfaldan Core Data Client fyrir Android síma. Og til þess að geta gert það, þá þurftum við að byrja því að smíða client fyrir API-ið í Java. En við lögðum svo grunn af ákveðum client í Java fyrir API-ið og svo bjugum við til svona mjög litla, feature-litla útgáfa af Core Data fyrir Android. Og þá verði það bara Core Data Phone Book í raun og veru. Þannig að þú getur séð kontaktana og sé hvað síminn er og e-mail er og en með API-inn okkar þá getur við haldið áfram miklu lengra og fengið project space og jafnvel bara afhverju. Þetta er bara svona fyrsta skrefið í alltaf svona client. Ekki bara prototypa kringið. Já, ekkert mál. Við þurfum að sjá það. Það heitir Þið eru bara að setja upp fyrir sko. Þetta er Beastie Boys. Og þá förum við beint inn í kontaktlista og segjum við fyrir gagnaðu svona og eina líka dónamundinni. Við vorum ekki að setja mikið á útliti sko. Svona minimalisti. Já, mjög minimalist. Þetta er kontaktlistin. Já. Hann er bætt við kontakt núna. Hvað er þetta þá? Bara mig. Má ég sjá hann lista hann að segja með myndum og image view eða? Sjá, hvað var bjóðar þér þá? Hann bara. Það er einmitt króðbæðið sko. Þessi langa tíma að gera. Hann var í nótt. Erum við að bæta við Artúri? Artúr er komin inn. Ok. Þú er að starta þáttir? Ég held ekki. Hún er ekki að ná í sko endast mikið sko. Addi baby. Addi baby, já. Þannig að við náðum Core Data Contact. En getur þú snert á símanum? Nei, ég ætlaði að gera hann rétt á hann. En það er ekki bara eitthvað setting? Það er bara link eitthvað? Bara phone linkur? Já. Hversu langt er þessi Java client komið? Sko, við lögum grundvöldað í raun og veru öllu, en við erum bara búin að implementa kontaktslutan. En við getum svo núna bara sagt, hei, við erum núna að fá projects og það er komið serialization. Við erum búin að græja intervision og... Já. Þannig að svona frumtípan af Java client er mækkar. Það er ávinningu að nota þetta versus það ég fer bara inn í Core Data símanum og... Já, það er ekki næstu app, sko. Já, og notar ekki... Nei, þú þarfst alltaf, getur til dæmis, þú getur verið búin að authenticata þig og þurft ekki að logga þig inn ef þú væri með þinn síma. Klientinn loggar sig inn sem með basic web, þannig að við þurfum að bæta við setting skugga til þess að stilla inn í símanum. Það sem þú getur vist, þannig að þú myndir ekki fyrir sláting hvert skipt sem þú opnaðir. Yes. Og síðan þegar þú fær símsíkingu og getur komið svona hei, það er eitthvað að hringið þig frá. Og þessi ströymur hann var hringið út og varst ekki búin að klára það. Uppalega hugmyndi var líka að geta synkað, þess að látið Core Data kontaktgæðin synka við símaskránabókina en slíkt, þannig að en við komumst ekki þangað, Helgi svaf yfir sig. Er þetta grín? Ok, fyrsta lagi. Ég hætti einhverja sex í gærkvöldu og internetið var bara dögt. Ég hætti ekki svakalega vandræði með internetið og svona. Þá ætti ég náma í þróunumhverfið og allt það tótt. Þannig ég fór bara til félagsins, drakk bjór, fekk dánda á honum, komst henni aftur eitthvað, ég veit ekki, 12:30 eða eitthvað leys. Ég var ekki bara að sofa fyrir 8 sko. Ég hef aldrei snert Þú varst vakandi rúmlega 8 morgun og 50. Þetta er besti dagleikurinn. Einhverja spurningar? Ég er bara að pæla í Ég held ég búin að vera aðeins svo lengi saman. Já, við erum svona sofahjón. Já. Er komin tablet útgáfa þessu? Tablet, þetta styður allt saman. Einu sem getur gerst á tableti er það myndin sem gefur henni byrjun.
Hún er hvað segir hei. Hún er stretchuð. Hérna, svona library og fleira sem þið eru að nota. Library? Það er að koma tíminn. Clientinn er að nota svolítið mikið adressli frá Google Common, Google JSON, annað er allt bara native Java held ég örugglega og svo bara Android library. Kostaði síminn meir en $20? Já. Svona hardverið sem við vorum Við erum samt á einhverjum device þannig við erum svona Virkar Ringarverk líka á Windows Phone og iPhone? Nei. Hvernig er það þegar ég býst í búið lappinu á þetta hérna? Já, við getum nei. Með Android emulator. Hvað séð tímaverður? Var þetta? Þetta er búið og löngu. Var maður að þetta? Engin slíkur. Engin manns að ég veit hvernig bíl átt. Ég myndi ekki setja hann á borðið. Hefur niðurstöður dómnefndar eru komnar. Við erum náttúrulega að vera að rífast þetta í skrifstofu. Við erum mjög ósammála. Samt voru sammála með niðurstöðunar. Og Þeir eru bara ósammála. ekki sigurvissir hérna. Það er alls ekki sko. Fyrst ætla ég að gefa þriðja sæti. Það er sæti sem fær engin verðlaun, en fær heiðurinn fyrir að vera þriðja sætið. Af því að þeir voru aðeins of metnaðarfullir, en náðu samt ekki alveg að komast hjá langt úr ætluðu. Það er Hlynur og Helgi. Þeir eru engin verðlaun. Þeir voru að í örugglega samanlagt með mestum tíma í lausnina sínar. Og á ég eftir að gera góða hluti með þennan Java client. Ég hlakka til að sjá open source GitHub project. Ég er þau. Næst ætla ég að kynna bestu hugmyndina. Og það þurftum við svolítið að ræða hvað sá titill þýðir. Við tókum það ekki í mál þegar Hannes sagði að þetta vera vitsamlegasta hugmyndin. Við vildum sjá bara svona bestu eða skemmtilegustu hugmyndina. Og sá sem vann þau verðlaun. Það eina sem ég hefði spilað hjá mér, það vantaði í þá lausn, væri tengingu við diskókúluna. Það er Skúli. Það er það Hackathon að Sasa 2013 besta hugmyndin. Við fáum 10.000 gjafakort. Það er það. Ég er að pissa. Allt úr þess. Þá er það bara eftir. Besta lausnin. Þetta var mjög erfitt fyrir okkur að ákveða þetta. En það var eitt lið sem var að læra að forrita upp á nýtt. Og þeim tókst að gera alveg ótrúlega flotta lausn og ótrúlega nytsamma lausn og ótrúlega tilbúna lausn með sérstaklega flottum talfítusum. Það var Hannes sem var og þú veistu hvað þú átt að fara að gera núna, þú átt að spila forrita aftur. Ég á réttum staðinni, sko. Það er að lesa þetta frá þessu. Það er þetta flottastu lausn Hackathon að Sasa 2013. Takk fyrir mig. 20.000 kall. Það var svo skemmtilega. Þú lætur bara forritið tala fyrir því. Já, þetta var ótrúlega skemmtilegt. Spurning, hversu mikið góða kontribútaði einhverju í verkefni? Sko, við erum búin að gera samningum. Laumaði mér í dómnefndina og
Það myndaði með nokkur garðskjúr. En sko, hann læri á sig að læra að forrita þessu nót. Þetta var nokkur hérna. Já, ég var að lauma mig með svona nýtsamlega hugmynda að ég vil alls ekki taka... Það, ekki. Það var skemmtilegt. Takk fyrir. Ég verð nú bara að fá að segja það. Ég alveg yfir mig hissa hvað búið er að gera hérna á einum sólarhring. Ég hefði viljað gefa öllum liðunum velja, eða ég hefði mátt velja. Og það var alls ekki Hannes, hann átti ekki. Nei, ég veist að þetta morð. Hannes hefur ákveðið ítök á ýmsum stöðum. En við erum ekki takt á þessu. Þetta er enginn líka því. Við láta hann ekki þetta aftur. Nei, ég held að það fengið skipuleggi hérna læst. Ég veist að taka það þáttskvöld, svo ógeðslega skemmtilegt sko. Þetta er samt gaman að gera það. Þetta verður pottið ekki í síðan skipti sko. Nú helst vil ég hafa þetta oftar og að maður getur unni áfram að hugmyndunum sko. Það er alltaf svolítið trúað sem en ég vissi ekki að það er svona flott sko. Því ég veit að margar hugmyndir eru reyndar að vaksa og nýtast bara innan fyrirtækisins. Endilega taka þetta og halda áfram með þetta. Það er ekki að gera það svona, þessi bóki veist við mikið, og það er með verið hafning. Það er með verið svona. Ég meina, við vinnum þessu góð að leggja í þetta, það er það. Þetta var rosa flott. Ég er góður. Það er kassatrók í bókinu. Við getum náttúrulega keypt ófengar fyrir innlegg. Hassið í kvöld bara Dánur Grace. Já, það heitir, já, náttúrulega.